þáttur. Í fyrsta þætti kepptu Brynjar Ragnarsson og Pálína Hjartardóttir og lauk þeirri viðureign með sigri Brynjars. Hann er því kominn hingað aftur og keppir að þessu sinni við Gyðu Magnúsdóttur. Ég mun ekki útskýra leikreglunar ítarlega núna enda skýra það sem mestu leyti sjálfar, en minni á að hljóðmerkin frá tölvunni eru þannig að þetta merki þýðir að rangt sé svarað, en aftur á móti þýðir þetta merki að svarið sé rétt. Dregið hefur verið hvort þeirra Brynjars eða Gyðu skuli svara á undan í fyrri hluta keppninnar og kom upp hlutur Brynjars. Hann situr því hérna hjá mér, albúinn til spennandi keppni. Jæja Brynjar, ertu ekki búinn að standa í ströngu við að lesa lexíkon á alls kyns bækur núna að þetta hölnu? Nei, ég hef lítið gert að því. Ekki eftir að undirbúa þig neitt? Nei. Nú, eigum ekki bara að vinda okkur í spurningarnar. Og þá er það fyrsta spurning. Og hún er svona. Sovérskur gervihnöttur Kosmos 1402 féll til jarðar fyrir skömmu. Hvar lenti hann? Það var eitthvað staðar á Indlandshafi. Já, það er rétt. Hinn keppandinn, Gyða Magnúsdóttir, er nú komin hérna til okkar. Segðu mér, Gyða, ertu búinn að eiga lengi heima hérna í Borgarnesi? Já, ég er fædd hérna. Já, það er þá eins og með Brynjar, hann er líka innfæddur Borgnesingur. Hefurðu tekið þátt í nokkur spurningakeppni svona áður? Nei, aldrei. En sástu þáttinn hjá okkur daginn? Já. Og hvernig fannst þér hann? Reglulega gaman. Já. Nú hefum ekki bara að byrja á fyrstu spurningunni. Jú. Og hún er svona. Sovérskur gervihnöttur Kosmos 1402 féll til jarðar fyrir skömmu. Hvar lenti hann? Í Indlandshafi. Já, það var rétt. Og þá er það spurning númer 2. Þorri, Góa og einmánuður eru gömul mánaðanöfn. Hvaða nafn er næst í röðinni? Það er að segja hvaða mánuður kom á eftir einmánuði. Það giska út mánuður. Það er ekki rétt. Spurning númer 2. Þorri, Góa og einmánuður eru gömul mánaðanöfn. Hvaða nafn er næst í röðinni? Það er að segja hvaða mánuður kemur á eftir einmánuði. Hvað svarið því? Gerpur. Nei, það er ekki rétt. Það er harpa. Þá er það spurning númer 3. Hvert er hið upprunalega íslenska nafn listmálarans Errós? Ég kemur það ekki fyrir mig. Sigurður. Já, það. Nei, það er ekki rétt. Hann heitir Guðmundur Einarsson. Það er ekki alveg rétt. Viltu reyna betur?
Nei. Hann heitir Guðmundur Guðmundsson, sonur Guðmundar Einarssonar frá Miðdal. Rétt. Hvaðan af landinu er þessi mynd? Þetta Flatey, Breiðafirði. Nei, það er ekki rétt. Stykkishólmur. Já, það er alveg rétt. Og þá er það 5. spurning og hún nú dálítið undarleg. Þegar hún er svona, hvoru megin á bollanum er handarhaldið? Hvað séu, hvoru meginn á bollanum Hvoru er? megin á bollanum er handarhaldið? Hefur þú svarið því? Bara þeim meginn sem maður heldur í. Nei, það er ekki rétt. Já, þegar ég drekku bollana þá er það hægra megin. Já, það er ekki nóg svar. Það sem við viljum fá er að það sé að utanverðu. Þetta er nú svolítið svona illyrmisleg spurning. Og þá er það 7. spurning og hún er svona. Hver er formaður Ungmennafélagsins Skallagríms? Hvað svarið því? Sigurjón Gunnarsson var það síðastur í þessi. Já, það er alveg rétt. Hvað svarið því? Theodór Þórðarsson. Nei, það er ekki rétt. Hann heitir Sigurjón Gunnarsson. Þessi mynd er af heimsfrægum tónlistamanni sem lést fyrir nokkru síðan. Hvað hét hann? Það er John Lennon. Já, það er alveg rétt. John Lennon. Já, það er alveg rétt. Og þá er það 8. spurning. Hvað heitir höfuðborgin á Grænlandi? Svarið því, það má vera hvort sem er á grænlensku eða dönsku. Ég man ekki eftir einu nafni. Júlíani Hopp, eitthvað svoleiðis. Nei, það er ekki rétt. Já, það er alveg rétt. Hann heitir Nuuk eða Nuuks á grænlensku, en veistu hvað var kallað áður? Þegar áður notaði mann oft á danska nafnið á þessu. Júlíani Hopp. Nei, það var Gottorp. Gottorp, já. En þetta var rétt. Og þá er það 9. spurning og það er gáta. Kerling ein á kletti satt, kletta byggði stræti, veginn öllum vísað gat, en var þó kyrr í sæti.
svarið því. Þið farið með natur. Já, látt hann að koma aftur. Kerling ein á kletti satt, kletta byggði stræti, veginn öllum vísar gat, en var þó kyrr í sæti. Það er varða. Já, það er rétt. Varða. Já, það er alveg rétt. Og þá er það 10. spurning. Hvað kostar bensínlítrinn í dag? Ég hef ekki hugmynd að ég er á dísilbíl. Giska á 13 og 20. Það er ekki rétt. Fimmtán krónur. Ég man ekki 90 eða eitthvað slíks. Það þarf að segja það. Það er ekki rétt. Þú fórst nú nokkuð nálægt í hann á 15,50. Nei, En ég var 15. nú er 10 spurningum lokið og þátturinn því hálfnaður. Staðan er þannig að Brynjar er með 4 stig, hefur svarað 4 spurningar rétt, en Gyða hefur svarað 5 spurningar rétt. Nú verður gert örstutt hlé. Og þá byrjum við á seinni hlutanum. Eins og við munum þá var staðan þannig að Brynjar hafði svarað 4 spurningar réttum, en Gyða 5. Í þeim 10 spurningum sem eftir eru svarar Gyða á undan, en Brynjar síðan strax á eftir. Og þá er það 11. spurningin, og hún er svona. Hvaða eyja var stærsta eyja heims áður en Grænland fannst? Það er svarið því. Það er natur. Já. Hvaða eyja var stærsta eyja heims áður en Grænland fannst? Búinn tíminn, hefurðu eitthvað svar? Nei. Alveg sleppa því. Ég hef ekki hugmynd að það. Já, það var Grænland. Já. Þessi mynd er af mjög þekktu íslensku fjalli. Hvað heitir það? Það heitir hérna... Það var í Klukkunni í sjónvarpinu. Fyrir norðan. Þú þekkir fjallið, en kemur ekki nafnið fyrir þig. Man ekki. Ég bara man það ekki. Kemur ekki fyrir þig. Nei, því miður. Sko, ég gleymir að selsta alltaf hreint. Hefur það? Giska eitthvað? Skjaldbreið. Nei, þetta er Herðubreið. Herðubreið. Og þá er það 13. spurning og hún er svona. Hvaða ríkisstjórn á Norðurlöndum hefur setið lengst af þeim sem nú eru við völd?
Ég lesa aftur. Já, aðeins. Hvaða ríkisstjórn á Norðurlöndum hefur setið lengst af þeim sem nú eru við völd? Í hvaða landi, Norðurlöndum, er svo ríkisstjórn? Norðmenn. Nei, það er ekki rétt. Á Íslandi? Það er alveg rétt. Þá er það 14. spurning. Síðustu Ólympíuleikar voru haldnir árið 1980 og spurningin er í hvaða landi voru þeir haldnir? Já. Í Þýskalandi. Nei, það var ekki rétt. Í Sovétríkjunum? Það er alveg rétt. Þá er það 15. spurning. Deyr fé, deyja frændur, deyr sjálfur hið sama, en orðstír deyr aldrei, hveim er sér góðan getur. Úr hvaða kvæði er þetta? Hávamál. Já, það er alveg rétt. Ég hef ekki hugmynd um það. Þetta er úr Hávamálum. Þetta er ekki reykjarpípa sem maðurinn er með þarna á myndinni. Þetta er hljóðfæri og spurningin er hvað heitir þetta hljóðfæri? Hefurðu svarið því? Þetta er einhver lúður eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég veit það ekki. Ég myndi bara kalla það horn. Ja, það þarf að vera eitthvað meira. Þetta er kennt við ákveðið svæði eða... Alpahorn eitthvað? Já, það er rétt. Þetta heitir Alpahorn. Þetta ætlar að verða mjög spennandi. Munurinn aðeins 1 stig og 4 spurningar eftir. Þá er það 17. spurning. Hvert er fjölmennasta hreppsfélag á landinu? Hreppsfélag. Það sé ekki Keflavík. Nei, það er ekki rétt. Það er fyrst. Það er Mosfellshreppur. Já, það er alveg rétt. Þá er það 18. spurning og hún er svona. Hvað heitir forseti Alþjóðaskáksambandsins, FIDE? Ó, ég man það ekki.
Kom ekki 13 fyrir stuttu. Hann, Veistu hvað hann var? hann var frá Chile eða einhvers staðar. Nei, ég man það ekki. Ég kem ekki fyrir mig. Veistu hvað hann var? Hann var frá Filippseyjum. Það ekki? Þú manst ekki nafnið. Það var rétt, hann var frá Filippseyjum. Ég kem ekki fyrir mig, þóra ekki að giska. Hann heiti Flór. Campomanes. Rétta svari við síðustu spurningu var Florencio Campomanes. Hvaðan af landinu er þessi mynd? Þetta er Akureyri. Já, það er alveg rétt. Þetta er Akureyri. Já, það er alveg rétt. Og þá er það 20. og síðasta spurning og hún er svona. Við hvaða götu stendur Alþingishúsið í Reykjavík? Við Kirkjustræti. Já, það er alveg rétt. Ég veit það ekki. Veist það ekki? Nei, Það stendur við Kirkjustræti. Þá er þessum þætti lokið með sigri Brynjars Ragnarssonar sem hlaut 9 stig, en Gyða Magnúsdóttir hlaut 8 stig. Nú Brynjar mun þá eiga að halda áfram. Hvernig líst þér á það að koma hérna einu sinni enn og að verða fastagestur hjá okkur? Já, það er nú ekkert, maður getur ekki tatt á móti því. Nei, að reyna svona, þetta er nú bara leikur. Já. Skemmtir ekki bara vel? Jó, þetta er ágætt. Já, þakka þér fyrir. Gyða Magnúsdóttir fékk 8 stig og tapaði því fyrir Brynjari með minnsta hugsanlega mun. Gyða, hvernig fannst þér nú að taka þátt í þessu spurningaþætti? Mér fannst bara gaman að þessu. Já, og ekkert svona neitt voðalegt. Nei, þetta var ekkert hræðilegt. Ég þakka þér þá kærlega fyrir komuna og þá er þessu lokið hjá okkur. Næsti þáttur verður sendur út eftir 1 eða 2 vikur og þá mun Brynjar mæta í 3. sinn og þetta er 9 mannsstæðingi. Og að síðustu vil ég þakka öllum keppendum og öllum sem unnið hafa að þessu.